glæsilegt. Við erum með hjartanlega velkomin á barnakóramót Kjalnesinsprófastsdæmis hér í Hafnarfjarðarkirkju. Barna- og unglingakórar flytja hér fjölbreytta efnisskrá ásamt henni Hafdísi Huld. Ég heiti Hans Guðberg Alfreðsson og ég er prófastur og prestur í Garðaprestakalli. Tónleikarnir marka jafnframt lok kirkjulistaviku sem hófst 8. febrúar undir yfirskriftinni Í skugga vængja þinn eins og þessi tónleikar. Barn- og unglingakórar sem taka þátt eru Regnbogarnir frá Keflavíkurkirkju, skólakór Sandgerðisskóla, barnakór Lágafellssóknar, Himinn og jörð frá Keflavíkurkirkju, ungmennakór Víðistaðakirkju, barn- og unglingakór Hafnarfjarðarkirkju. Þetta er annað sinn sem við höldum slíkt kóramót og það var frábært síðast og frábært líka. Þetta gengið mjög vel allar æfingar í dag. Kórstjórarnir og tónlistarnefndin ásamt séra Stefáni Má héraðspresti hafa haft veg og vanda þessari góðu og metnaðarfullu dagskrá. Já, ég vil líka þakka Hafnarfjarðarkirkju fyrir að taka svona vel á móti okkur og frábært að vera hér. Eitt af því besta sem við getum gert það er að syngja í kór. Og mér er svo gaman, ég var svo langsamur að fara í kór þegar ég var komin í menntaskóla. Ég öfunda alltaf krakkan sem komi í kórin til okkar sem höfðu verið í barnakór. Kunnum bara miklu meira en við því. Hér er ungt og uppbrennandi tónlistarfólk sem búið leggja mikið á sig til að gera þetta sem allra best. Og takið eftir Í skugga vængja þinn að þetta vísar vissulega til tengsl okkar við Guð, en líka það að við erum í skugga, við erum í skjóli í kirkjunni. Það er það sem kirkjan á að vera. Við höfum ekki getað notað okkur í kirkjunni. Hópnum var skipt í eldri og yngri og eldri hópurinn byrjar. Og ég ætla ekki að segja fleiri orð, nú koma aðalfólkin, unga fólkin okkar, við skulum taka vel á móti með dynjandi lóðskapir. Sjáu þið textana? Já, komið sæl. Við erum búin að vera að æfa hérna í allan dag. Þetta er búin að vera þvílík fjör og við erum búin að standa sig alveg frábærlega krakkarnir. Alveg rosalega flott hjá þeim. Nú ætlar eldri kórinn að syngja 3 lög og þið sjáu þetta alltaf í dagskránni sem þið eru með hjá okkur. Og við ætlum að hafa það þannig, við ætlum ekki að klappa fyrir hann búin að syngja öll 3 lögin. Og svo fáum við yngri krakkana eftir. Nei, gjörið svo vel og njótið. Valgerður, það var ekki búið að syngja nýtt lag.
smá tilfærslur. Við ætlum að bjóða yngri hópinn velkominn inn. Það er smá tíma að koma inn fyrir. Gjörðu svo vel, krakkar, þegar ég koma. Og við ætlum að hafa, já, klappum fyrir þeim. Við ætlum að hafa sama háttinn á, þau syngja sem sagt 3 lög og við ætlum að reyna að klappa bara í lokin. Ég veit að mann langar rosa að klappa eftir kvöldlag, því þetta er náttúrulega bara frábært hjá þeim. En við verðum öll bara búin í höndan með við ætlum að klappa eftir öllum lögunum. Þó þau standi hérna öll, þá er það bara yngri hópurinn sem er bara að syngja núna. Þannig að eldri hópurinn, þetta er alveg þolinmæðisæfing fyrir þau að standa og taka ekki þátt. Bara vera. Þau eru ekki aðal núna, nú er þau auka, þannig að þau ætla bara að vera alveg kjur. Og við erum aðeins svona að klára að koma þessum yngri fyrir, þannig að það er svona sleppi allt. Það er ótt að vera fyrir sem menn, komdu bara hérna. Slappu okkur í þér, Svona. Já. Er þetta að vera komið? Er þetta svo hægt í káður? Allt með. Þá held ég bara að við séum tilbúin. Eru þið tilbúin, krakkar? Já. Ég ætla aðeins, ég ætla samt aðeins að gera smá breytingu, sko. Við getum ekki, sko. Ég get ekki alveg minnstu börnin aftur. Ég veit að þau eru í kremju. Þetta er alveg bara eins og í sardínudós. Þau eru að standa sér rosalega vel. Krakkar, ef þið dettið í það að vera falin hérna á bakvið, það er eitthvað svona hálft hlýjar, þannig að ef þið sjáu hérna fram, þá sér ykkur. En ef ykkur var með andlit beint, bara með haus beint fyrir framan ykkur, þá sjáist þið ekki. Ef ekki bara byrja. Megi gæfan þín geyma
syngja saman. Alveg nokkur lög, þið fylgist bara með í dagskránni. Eigum við að gera það þannig að við ætlum að klappa áður en við fáum hérna gestin okkar. Þannig að við klöppum eftir takk fyrir allt. Þannig að þetta er alveg nokkur lög. Erum við tilbúin kannski? Já. Þau eru bara tilbúin í allan dag. Herðu, krakkar. Nei, bara eins og vilt. Þetta muni. Nú heyrðu allir heima. Það eru 4 erindi. Við þurfum að fletta. Ok.
hina áttina. Þú ert drottinn. Viltu taka mig? Þú ert drottinn til sig. Það er bara að reyna fótum hérna.
aðeins í mig núna, já. Þá komin hérna til mín. Ég segi það Spotify-stjarna Íslands. Þið sem ekki viti hver hún ég held sem að flestir minni viti hver hún því þið hafið sjálfsagt notað tónlistina hennar til að svæfa börnunum ykkar. Þetta hún Hafdís Huld. Og hérna, já, það var hljóðið gott. Ef svo óhefnilega vel til að þið viti ekki hver hún þá mæli ég með því að hérna, bara áður að fara að sofa í kvöld. Þið bara finnið Hafdís Huld á Spotify, vögguvísur og látið hennar svæfa ykkur því það er dásamlegt. Ég hef sofnað við hana, það er bara með börnunum, það er bara ekkert betra. En ég ætla að leyfa henni bara núna alveg að kynna restina af prógraminu. Hún bara kynni sig og segir síðan lag. Gjörðu svo vel, Hafdís. Það var yndislegt að hlusta á ykkur. Mikið er þetta búið að vera fallegur flutningur og ég er svo heppin að þau ætla að syngja 3 af lögunum mínum. Og við æðum bara aðeins áðan, þú voru að velta fyrir ykkur hvort ég ætti að standa, sko, mér er svo skrítið, þú veist, þegar maður fyrir fram svona mikið að krúttum, þá er mér svona skrítið að vera einhvern mættust og standa fyrir fram einhvern sem er 1 á 10. Þannig að ég ætla að reyna að vera hér, en þetta er ekki alltaf leið, þetta er ekki fínt, því að, þú veist, svona, nú sjást allir. Við ætlum að byrja á því að syngja Litlar stjörnur. Gaman búið að vera rosa mikið stuð, svo kem ég á svæfi allar, ákveðin hábúndur. Ok, tilbúin? Já. Svo fyrir maður svo mikið að knúsum þegar maður kemur frá barnaskólanum, því maður er ekki mæður. Litlar stjörnur vaka hér, allar saman yfir þér. Hátt á himni
heitir Bænin mín og ég samdi það fyrir 20 árum síðan þegar ég var sunnudagsskólakennari fyrir íslenska söfnuðinn í London þegar ég var í tónlistarnámi. Já, ég segi, Emil, þú ert mjög hissa, þú gerir þetta hljóð og þú sagði, það getur ekki verið, þú ert svo ungleg Hafdís, þakka þér fyrir. Vel þig. Sjá allir barnið sitt. Engar ömmur og afar bara að sjá. Svo kom bara þessi Hafdís Huld og var bara mæltust fremst. Þú veist, það er ekki flott. Ég var spökur svona að búa til bæta við smá hreyfingu fyrir síðasta lagið. Enda þetta með smá svona stæli. Hvað segir það? Ok, þegar við segjum takk, tökum við hendurnar okkur sjálfum svona. Takk, þakka þér kærlega fyrir. Þú söngst mjög vel á þessum tónleikum, já, svona, já. Fyrir þetta allt, þá gerum við svona svo allan heiminn. Já. Svo þegar við segjum lífið, þá gerum við svona svo blóm að vaxa, eða gras að vaxa, já. Sem gefur svo margt, þá gerum við bara svona svo gjósum. Ok, þannig að takk fyrir þetta allt. Takk fyrir lífið, sem gefur svo margt. Er það ekki? Já. Ok, og ef ég er fyrir þér, þú veist, þá bara gerir þið svona, bara eitthvað. Þá gerum við bara, þú vilt aðtrúð því. Er það ekki? Ok, við ætlum að enda á lagi sem heitir Takk. Og segi leiði takk fyrir komuna. Er það ekki? Takk fyrir mömmu og takk fyrir pappa minn. Takk fyrir
en mörg þeirra kunna það og við erum með texta. Þannig að það heitir Ég vil dvelja í skuggavænga þinna, sem yfirskriftin yfir þessa tónleika. Þannig að það var bara svo mikið að gera hjá okkur í dag. Við höfðum bara ekki tíma til þess að æfa þetta lag. Þannig að ég vil endur, ef þið kunnið lagið og þurfið ekki texta, þá megið þið að sjálfsögðu syngja með. Þetta er bara svona fjöldasöngur, allir velkomnir með í lag. Allir velkomnir í söng. Eru þið ekki tilbúin í þetta? Já. Alveg dásamlegt. Ég finnst eins og ég bara liggja á gólfinu, vil ekki skyggja á þau. Nær, já, það nær, já. Heyrðu, takk hérlega fyrir þetta. Þetta var algjörlega dásamlegt og takk fyrir daginn. Sum kom í klukkan 11 í morgun. Önnur kom klukkan 1, það er búinn að vera langur dagur og stífur. En afraksturinn afskaplega góður, ég held við sem öll saman það. En þið getið farið heim núna og farið strax að horfa á YouTube eða Facebook. Tónleikarnir var streymt í beinu og þeir verið til upptaka að þeim. Getið farið, krakkar ekki til í það, fara heim og horfa á ykkur. Geggja. En svona tónleikar ekki hristið fram úr erminni, alls ekki. Við erum búin að eiga fullt af fundum og þetta er búin að taka 1,5 ár í undirbúningi og svo framvegis. Og við þurfum að þakka kórstjórunum fyrir þeirra framlag. Við langar að fá þau hingað fram. Kórstjórana. Gjörðu svo vel. Og ég hingað að ekki sjá ykkur. Og symfónarna á. Sjálfsögðu gefa blóm og þakka fyrir þeirra framlag, þetta er bara helmingið innanhæðing, og síðan vil ég líka þakka hljómsveitinni fyrir þeirra framlag, við skulum gefa þeim líka rótur og brosa. Síðan er það einn maður sem ásvöldi mikið heiðlega þessu. Það er búin að vera rosalega gaman að safna með fullt af fólki og hafa fullt af styrkju og fullt af grömpum.
og hann sem hýkir að tíma sem hefur að gera þetta, að gera hitt. Og hann fara með sérstaklega þar fyrir við klappir vel fyrir honum og það er hann Arnór. En takk kærlega fyrir þennan dag, takk kærlega fyrir krakkar og við munum fylgjast með ykkur í framtíðinni. Sjáumst eftir 2 ár hérna aftur, hver veit. Takk fyrir.